Þungur hnífur. Þessi hnífur á að vera þungur. Þungur hnífur. Þessi hnífur á að vera þungur. Þungur hnífur. Þessi hnífur á að vera þungur. Góðan dag, Epic America, ekki? Við erum komin á stað. Geðveikt, við byrjum þetta á íslensku fótbolta. Já. Og ljúkum því af, við slum ekkert lengi að tala til dæmis eins og Skagaleikinn. Nei. Það er ekki þessi mitt fólk að bíða eftir. Nei. Og maður sjá, svo erum við bara hérna
að sjá hvernig við erum inni, ég ætla bara, þú veist, svo eru tjattið, þegar þið sjáu eitthvað í tjattinu sem er gott, það er til þess geðveik spurning hérna, þú veist, við munum hérna, ef við lítum á söguna, Portugal gerði jafntölu 2016 gegn nýliðum í opnarleika 1-1, sagan að fara að endurtaka sig, menn að velta fyrir sér núna, og þú veist, það er alveg að tala um það svo nýlega, því að þeir hétur náttúrulega Sær 74, það er sama. Þetta er fyrsta mót sem Dr. Kongo. Já, sem Dr. Kongo, já. Þannig að það er bara veisla. Erum við... ég held að ég geti fara að henda... Já, Liverpool, here we go. Já, það er þessi Munoz og svo náttúrulega Konate farinn. Já. Þannig að það er allt saman done and dusted, eins og við segjum. Það er þú gefið mig thumbs up þegar ég má byrja. Ég þarf facts úr íslensku fótbolta. Það er það sem ég er mest gaman af. Þeir setja upp á skjáin SofaScore tíðindi sem að er algjör visla. Já, við erum komin á SofaScore-vagnin. Já, það er allir sofamenn í dag. Það. Ég er livescore maður. Bara gamla skólanum. Ég er í grunninn líka livescore. Það er allir livescore menni svona upplægi. Neist já. Það er bara dagskrána þar sko, en ég er ekkert, veit ekki hvort sé einhver mikið gögnum hana. Já, það er alveg gögnana. Þú færð alveg gögn, þú veist, eins og í Víkingur KR, það er gögnana. Eigum við XG-ið í þeim leik? Ég var náttúrulega spáð í morgun. Ég fann það ekki. Nei, ef einhver finna það, þá var Albert Ingarsson. Hann finnur þetta. Engar ágjur. Það veit ekki hvort þið komist inn á væskat hérna. Bert Inga, hann rettar alltaf öllu svona. Það eru nokkrar stildar spurningar komnar að það. Það er ekki hægt að eiga vondan dag þegar maður byrja daginn á að hlusta á AI. Hver sagði þetta? Dagarstjarnan? Það ég mætti dóttorinn til vinnu 17. júní. Hann er svona einn heilaðasti dagurinn á mínu kalenderi er 17. júní. En Arjón, ok. Góðan daginn, Epic America, Dr. Fútból heilsar. Já, við erum ekki í Carlsberg kastalum okkar. Við erum í Stúdíó 47 á Granda. Carlsberg frá 1847, Dr. Fútból frá 2018. Tommy, velkomin. Takk. Það er búið að væla mikið verið að vanti Víkinga og hér er hann mættur. Hér er hann mættur og með kassan úti og það er harður hérna í dag. Hliðina á honum er Albert Ingarsson sem að, svona leikmaður Fylkis fyrrverandi, hann er búinn að færa sig núna upp í stúkuna og er tilbúinn að láta í sér heyra. Já, hrein íslenska. Tandur hrein íslenska, heldur betur. Strákar, það er þetta 3 mínútna break. Við sjáum að Epic eru búin að fá geðveikt twist á þetta. Þeir eru að bjóða upp á free spins á Epic Casino. Er þetta ekki eitthvað sem fleiri fyrirtæki þurfa að fatta að gera? Gera eitthvað úr þessum 3 mínútum? Alltaf verið Epic og undan öðrum. Já. Jú. Ég meina, Kanin er löngu búin að mastera þetta, þannig við hefum gildur nært eitthvað af því. Ég ætla að gefa út litla plötu á morgun, þannig að kannski ég komi inn alltaf í 3 mínúna pásunni, Hjörvar Hafliðarsons live, kannski taki eitt lag. Ertu með eitthvað á þessum tímarama? Ertu með eitthvað 3 mínúna? Já, þetta er, þú veist, ég er að reyna að ná til þess að ADHD kynslóðar, þannig að þetta er bara stutt lög. Þetta byrja allt sem einhver 7 mínúna lög hjá mér, með löngum intróum, svo bara ákveða pródusent að þetta bara virkar ekki. Nei, ég veit allavega alls ekki sjá mína rúvar að fara í ykkur auglýsingar. Nei. Fyrst verður allt brjálað. Fyrst verður allt brjálað. Þetta er auðvitað áhugavert og þú veist, við verðum bara einhvern veginn að kyngja þessu. Ég hata þetta. Já, ég getur öflaði yfir svo allan dag, engar áhyggjur af því. Eitt af því sem ég ætla að hlæja strákunum, ég er að fara til Miami með Epic, með Hjamma og Mike og ég er búin að setja upp ferðapakka, þar sem ég er búin að prepaya allt internet og ég hlakka til þegar þeir fá reikning í andlitið. Þegar ég er með allt mitt á hreinu, þá eru þeir ekkert með á hreinu. Þú hefur ferðast með þessum báðum, ekki? Jú. Nú tekið nokkar ferðir með Mike. Já. Er ekki þvílíkur munur að ferðast með þessum tveim? Það er rosalega, þetta er svo yin og yang. Það eru báðir ógeðslega gamlir. Já. Ég hef átt að hugsa að það er gaman að ferðast með Hjamma. Ég held að það sé tölvöld auðveldara. Það er draumur. En að ferðast með Mike, það er ekki draumur.
Hann oft bara eitthvað upp í rúmi fram eftir degi og þú veist að því ég vil fara að gera eitthvað og ég þarf alltaf að komast í gimmið. Ég byrja alla daga, gim. Gimmi og þetta fíkn, vöðafíkn. þetta ákveðin fík klukkar með Dr. Fútbolklukkar, þetta með Casio úrin góðu, þær eru þetta í nýblavinum, kringlunni. Hafnarfirði að sjálfsögðu og svo Smáralindinni rétt hjá Garðinum. Garðinum góða. Þannig Jói getur farið þangað. Herru, Tómi, að því þú ert alveg upp í Reykjavík. Já. Þín stærsta minning úr Egilshöllinni góðu. Hjartað í gráinu. Bara þín svona... Sko, maður á fullt af mínútum í þessari höll. Já. Hérna, gamla góða Reykjavíkumóti. Já. Hérna, það var alltaf stemning. En ég man eftir bara vígslu hátíðinni. Já. Hvernig var þetta? Ég hef verið svona 10 ára. 2002. Já. 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 Hvað gerist þá? Það var bara eitthvað rútuferðir og ekkert merkilegt sko, en ég bara man þetta. Já. Jú, ég man eftir úrslitaleik Reykjavíkumóti sem móti KR. Já. Víking KR. Halli setti 2 bara frá miðju, minn ekki eftir þessu. Jú, heyrðu, þetta var, já. Það var já, það er svona sem poppar upp. Það Og Egilshöllin góðu. góðar minningar þaðan fyrir ykkur sem að vanta tíma í bumbubolta í vetur, þá er þetta bara þangað upp, vera með ammali og alls konar. Má ég taka einu minningu þarna? Já. Fylkir Víkingur. Ég var nýbúin að stelast eina helgaferðarna, hitta Ragga eftir HM. Já. Var að fá mig svolítið. Já. Sölvi leikmaður þarna á þessum tíma. Ég var að láta ekki hafa áhrif á mig í hausnum. Já. Ekki höndunum Sölvi. Runnið að þeirra, dýrið þitt. Já. Game gone. Game gone. Komst ég þessi strax. Já, við ætlum að tóta fútból með 66 vandamál en útivistaföt ekki eitt af því. Talandi fatnað, sáu sneiðina hjá Bríett á rútstúrunni í gær. Nei, byrju. Bríett var í hákábúningi að skemmta, sko, það var upp í sko, kór, svo mætti hún niður rútstún, sem er svona í hjarta Breiðabliskörinu og það er svona, þetta var, þú veist, hún var svona aðeins að æsa í mannskapnum. Það var þetta skilabúð. Já, þú veist, hún var hérna í hákábúningnum, ég skal sýna ykkur þetta hérna, þú veist, hérna, það var alveg allt vittlust þarna á tímabili en sjáðu hana hérna, Bríett hérna. Já. Æsileg. Sjáðu Bríett mína. Ég mætti þarna, þá var akkurat hjá mig að kveðja, þannig ég misti það þessu sko. Á ekki að senda ykkur þessa mynd, strákar. Þetta er rosaleg mynd. Það er strákar. Hvað er Rúttún? Rútstún. Ég ætla ekki að útskýra. Þetta er Kópavogi. Þetta er alveg safe space. Þetta er alveg eins safe space. Þetta er ekki að Dalveginum. Þetta er ekki að Dalveginum, sko. Það var ákveð að færa þetta frá Dalveginum. Og sko, spurningin er svona, Ronaldo er eini maðurinn í sögunni sem er skorað 5 HM í röð. Á hvaða HM mistókst Messi að skora? Vá. Það hlýtur að vera þá bara fyrsta, 2006, ekki? Það er ekki Þú fyrsta segir 2006, Albert segir... Ég ætla að fara 2010. Já, hann skoraði ekki þá. Hann átti alveg haug af færum, haug af sénsum, en undir stjórn Diego Maradona. Þá mistókst honum að skora. Já, hér er myndin þar sem að Bríett er í hákágalanum. Og þetta er svona, það er ólga hjá grænaliðinu en einhvern veginn gleðin er upp frá og þetta fór svona misvel í mannskapnum, ég hef ekki bara orðað þannig. Og þessi lætið, svo heldur þau áfram inn á Dalvegin og voru hann að götubardagar á Dalveginum og það var... Þetta var tekið út á Dalveginum. Við slum halda áfram. Dr. Fútból var með Ormzone þar sem við skoðum flottu tækin sem konurnar elska og virkilega gaman á Ormzone, horfðum þar á leik Víkinga og KR í bræðrunum Ormzone. Maður kynntir sér öll gögnin fyrir leik, besta vörnin á móti bestu sókninni og það er oft þannig að besta vörnin hún vinnur. Hvað á hverju Víkingar en að leik? Tómi? Þetta bara svona, KR var loksins að mæta alvöru liði í sumar og það bara sást þarna og ég einhvern veginn, eins og kannski flestir, bjóstu aðeins opnarleik og bjóstu KR aðeins meira sjarp. Veit ég hvort það hefði verið uppleggja að fara ekki í full geðviki, það hefði getað endað illa. Já. En við bara díluðum mjög vel við þetta Víkingar og einhvern veginn, maður bjóst inn með þetta hvernig við myndum mæta þeim í byrjun, þeir alltaf byrja í einhverju geðviki. Já.
en svo voru við bara pressað á vel og þeir komast aldrei í einhvern rytma og veist, þannig sé kósi svona þótt að þeir að leiði kannski aðeins okkur í seinni en sást bara þegar þeir mæta loksins alvöru liði Er Víkingur þetta eina alvöru liði í deildinni? Þegar Káur kannski bara mæta öllum liðum Já, í sumar skilur, við erum bara í öðrum flokki Fram, sjáum hvað gerist í næstum fyrr Já. En ég meina þetta er alveg skemmtur punktu, ég meina þeir eru að mæta alvöru lið þetta er bara alvöru lið, Víkingur er alvöru lið og þá bara, þú skoruðu Káringar ekki eins og ég held að það var ekki hægt að koma í veg fyrir að Káur myndi skora í leikin Þetta er fyrst skipti sem að þeim mistekst það Og að komið XG hjá Káur í þessu leik Nei, en þeir fengu nú alveg einhver færið að nýja Það var engin sko Ég er búin að segjast eftir, ég fæði senda eftir smá stund en já, Káur byrjuðu mjög vel byrja fyrir áleikin og alveg grimmir þar, vinna boltan og óvala vellurum byrjuðu líka setna áleikin vel fengu ekki mikið á opnum færum Arnór Yngvi átti að neitt þegar hann komst upp hægri kantinn þar var Stefán á hann, það er bara síðustu sendinguna en þetta er bara Víkingsvélin heldur áfram að malla og þeir eru bara svo góðir í svona þegar Káuringar byrjuðu betur það fóru bara langa bolta bara svolítið bara drápu tempó í leiknum og komu sér þannig inn í þetta þeim líður þeir eru búin að fara í svo marga svona leiki við kunna alveg á þetta það er spennistíðir alltaf rétt stilt hjá Víkingum þannig þeir bara drepa aðeins leikinn og taka svo yfir sko, svona lukkaðu þetta yfir þessu marki á Helga Guðjónssoni og svo þetta er það Valdimar Þór sem skorur þarna eftir slæm mistök þarna frá Akoto, nei hvað er það? Akoto ásækið þú segir þetta, það er það sem það er eina sem skilur sér lið af er deflected skot og slæm mistök það er bæði þessi sendingi af Akoto og svo líka þessi fárla tækling sem hann hendi sér í ofan á það, selur sér þvílið þetta Víkingur þeir taka svona sensa og klára og loka leikjum Káringar fengu svipaðar stöður sérstaklega fyrstu 15-20 minútur og í uppæði seinna áleiks alveg fram að öðrumarkinu en tók ekki þá sensa Það minna á það af því að við ætlum að næstu að tala um markvörð Víkinga ég meina Luigi er í kvöld með tónleika fyrir SNST Stittas Ingvars og hans fjölskyldu og vonum að sem allra bara sem flestir mæti á þá í kvöld Ekki spurning og dagskrána háum ekkert sérstök í kvöld þannig að það er bara dauða færi að skemmta sér á Luigi sáum mitt Luigi á þann að keyra Glæsilegur vel til fundið sko bara þegar ef við leggjum það aðeins til hér við höfum svo mikið talað um þetta pikk hjá Kára og Aroni Snæ bara svo vesen markmaður Mér leist strax á þetta að hann var sóttur í vetur bara sem backup þetta var orðið smá það var sóttur svolítið seint minni mig og einmitt, þetta er bara ákvæmlega sem að búið að koma fram þetta er svo mikið ró og mann líður bara vel með honum ekkert vesen, góður í löppunum og bara einhvern veginn hefur komið ekkert eðla vel sko breytar eiga að segja einhverjum svona Mr. Cool Common Collective sko. það er ekkert engin æsingur ekkert stress, hann bara mætir þetta í marki er þetta svo þægilegur hann í rammanum og átti enn einn svona góðan leikinn Þetta á vel við hann, þessi setning ég hef spilað með honum og þetta er einmitt akkurat máli sko. það er ekkert bullshit í gangi og við höfum verið að tala um það eins og þegar Pálmi var komin í marki í fyrra þá var það bara, öftustu línu líður bara ekki vel með hann með Aron, það er eins og sem búin að spila í nokkur ár flottur þessu leik hann var líka leik með undan í bikarnum sko, þegar allt var í játnum í að það var hann svakalega vöslu þannig að það hefur ekkert reynd mikið á hann hefur ekki þurft að verja mörgskot en hann er alltaf onnit þegar þið kemur lós Það sem ég var að vonast eftir ég beið eftir viðtölunum eftir leik mér langaði að heyri Óskari ég var að vonast að skjóta eitthvað og Sölva reyna eitthvað aðeins að íta út eitthvað eða pikka eitthvað fætt einhver staðar en það er bara ekki til staðar á milli þessara liða og það er bara þetta er meira svona eins og Liverpool City í tímabilið þegar Pep Guardiola og Klopp voru bara strjúka hvort öðrum það vantar hérna eitthvað að setja sneðar Já, þannig samt sagan, Breiðablikssagan það ætti að vera meiri hitti en já, bara eins og Aron Sig sést ekki, Amin ekki heldur hann er ennþá í vassanum hjá Kalla Luke Ray sást ekki heldur en allir þessir fremstu hjá þeim sem hafa verið bara sjóðandi í sumar enginn að átti breyki í þessu leik og maður ekki tala fyrir móta ef Káringar myndi sakna einhvers þá var það Heiðugöti og hann er átt að komið mjög óvart hann sagði það fyrir leika að þetta var bara taktíst og mann leiði vel að sjá hann á bekknum frekar og koma nokkri svo voru þeir að dæla krossunum í seinna áleik
ekki með Eggvita í bóksinu, þá var þetta bara kósi fyrir Ekroð og Vatnamar, hérna sköldult allt í burti. Já, hann vildi ekki að hafa að Gunnar Vatnamar og Ekroð fengur svona target senti til þess að faðma, sko, sem þeir eru mjög góður í þannig náðum. Stefán Árni var mjög flottur þegar hann tók þetta hlutverkum til Val, skoraði 2 mörk þar, hann var svona pælingin að vera meina falska, hann var ekki að vera í bakinu á honum. Það gekk ekki. En það er að stæsta í þessu, menn að þú ferði inn í þennan leik, KR ekki með sömu breidd og Víkingar. Þeir geta ekki ef að Aron og Kosic að slæma leik hent einhverjum svipa góðum inn á. Því miður var ofta árið þeim tveim. Það voru rosa líka stuðningsmönnum begge liða. Ég meina, KR getur mættu með mikið líf í Víkina og ég sá náttúrulega bara stemningin í kringum Víkingin náttúrulega rosalega. Ég var að taka dýfur og upphýfingar bara rétt hjá Fossinum og maður sá bara að það var orðið stappa þar bara 3 tímum fyrir leik. Af Víkingum, það er ótrúlegur andi og þetta svona smittast inn á völlin hjá þeim svörtu og rauðu. Já, bara 100% og hérna blöður hann að opna á svo hárréttum tíma en að bar og veist, það bara bætir í stemninguna. Þannig fólk mætir hérna vel fyrir og röltir svo saman hérna í gegnum Fossum. Og tekur svo alveg 900 metra göngu. Já, þetta er 10 mínútur. Ég er að segja það. Aðeins að ná skrifunum inn í liðinni. Nákvæmlega. Það snýst það. Þannig hérna, já, bara aldrei verið betri stemning eins og í Víkinu núna. Þetta lítur vel út hjá okkur. En okkur vantar innan hann hita. Við þurfum að búa hann bara til. Það vantar nefnilega það vantar hann hita, smá læti. En mér fannst að Káringa komið svolítið óvart í þessum leiksætt. Mér finnst þetta jafnar heldur áttu vonu. Já, þetta er klárlega erfiðasti leikurinn sem að Víkingur spilaði sumar. En ég bjóst við aðeins meiri, þetta er aðeins meira opnar og aðeins meiri geðegi. Þeir hafa alveg strengta en við bara hérna. Þið, sko Sölvi og Víkingar komið veg fyrir það, sko. Káringa voru tilbúin að hafa eitthvað Já, ég er að segja, þeir reyndu það, en hérna bara, þessi. Já, Gylfi, náttúrulega bara, þú veist, hann er bara langbestur í sér deild. Þess að það er ekki að ræða það neitt. Svo okkur alltaf klókir, Víkingar, finnaði tilkynning sem samlíka. Vita alveg hvað að gera. Rétt fyrir einhvern stóran leik, komaði með eitthvað svona smengju. Dani Hafsteins verður að fá líka sjátt, búin að vera geðveikur í sumar og hérna, þetta er bara svona nýji Pablo hjá okkur upp á sko að stýra tempónu. Hann stýgur á boltan og svolítið svona gott sens fyrir leiknum, hvenær að keyra þetta upp og hvenær aðeins að hérna að stilla þetta niður, hann fær sjátt líka. Já, vont fyrir Valshjarta að sjá þetta leikjast að leikmann í sögu Vals syngja og tralla á pöllunum með Víkingunum. Það sjálfsögðu. Var þetta mikið í mynd, Sigur Egill. Já, besta staða. Og hann stýrði söngunum þarna í Víkinni. Heldur betur. Það er ekki oft sem að leikmenn í lengjudeildinni stýra söngum hjá liðum í lengjudeildinni. En hann stýrði þessu eins og erfóringi. Förum í næsta leik. Hoppum yfir til Garðabæjar með Teygja. Já, fyrirtæki mannarins, semst veitingastað mannarins hjá Teygja. Akureyri Backpackers sem á besta stað á Akureyri. Nú var fullt af fólki á leiðinni þangað og það óhætt að mæla með því. Þetta var frábær leikur, 4-4. Maður, sko, það kom fréttin á fótbolta.net nýja glæsilega uppfara vef þeirra. Bara martraðar byrjun Jóns Þórs. Já. Og maður bara, herðu, og bara helvíturum en fljótir að skrifa fréttinar. Svo eru þeir svolítið barnalegir blikarnir. Þeir fara að bakka nánast inn í eigið mark. Og sko bara henni íslenski Díon Dublin, hérna, sko, Emil Atla, sko. Þú veist, með hann hann einhvern veginn í kring. Já, hann er bara langbestur í loftinu. Og ef eitthvað svífur í átt á hann, þá vinnur hann. Já. Bróður hans var líka svolítið Díon Dublin þá, en endar sem Hafsend. Nei, ég meina pappans var langbesti skallamar sem Íslendingar hafa átt. Já. Og þú ert þarna með gömlu HK-framlínuna þarna frammi, ES, hérna, Örvar, Birninsnæ og Emil Alla. Allt strákar sem að fór í genum skátingkerfið þar. Herðu, hvað er að byrja á þessum leik? Bara byrjaði á að... Sko, mér langar eiginlega að sko, með stjórnum minna, þegar við komum á fyrsta hálftíman, það var maður smá eins og var að mótmæla þessa ráningu. Já. Þú veist, þetta var ótrúlegt lack of effort. Já. Plássi sem að Blikar fengu og var bara eins og var ekki að nenna þessu og Emil Atla með þrennu, geðveikur í þessu leik og kemur inn í hennar leik með fyrsta markinu, þá bara breyttist allt. En viðtalið við Emil Atla á
á sín eftir að leik var stórfurðulegt. Og hann hélt einhvern veginn svona í peysun einhvern veginn svona. Þetta var eitthvað mjög skrítið. Já, bara svona, hann spurður, þú veist, hvað var í gangi hann fyrstu 30 mínútur? Hann ganga í gett með ímislegt í vikunni. Þjálfarinn okkar látin fara. Og Jón Þór ekki að spila töluleiki við þá, sko. Nei, Jölli látin fara. Þeir eru hvað 20 stigum eftir Víkingum, eftir 11, 20 stigum. Og úr leik í byggarnum. Úr leik á mútið lengjuldeldaliði. Já, sko, ekki úr leik, þetta er Raskjaldur og Bergvarsson. 3-1. Og þetta er bara erfið vika. Hvað helstu? Þú veit, þjálfarinn eitthvað að fara. Og hvað? Þjálfarinn að fara, þetta er bara erfið vika. Guð mig góður. Þetta er það sem er aði Garðabæn. Það er bara, þú veist, það vantar eitthvað. Já, þeir eru svo soft og það sást einmitt í þessu tapmundi afturhaldingu. Bara, hvar var gæði eins og Emil Atla þá? Þeir elska að hafa Jökul. Gummi Kree og þessi eldri leikmenn. Kom ekkert frá þeim? Jói Mára býr í Garðabæn og hann hræddi út alveg, sko. Já, nákvæmlega. Lulli farinn. Já, það var bara eins og þeir, veist, bara að skamma sín fyrir fíla Jökul svona mikið, það er ekki drullastól til að gera eitthvað fyrir hann, veist, það er bara, ekki bara tekið þetta á sig af hverju hann láti hann fara. Sko. Já, og svo, þú veist, svo einmitt að þú kemur með notur skamma sín, maður veit ekki, Blikar ætti eiginlega meira skamma sín, hvernig þessi leikur fór, að vera komin 3-0 yfir eftir 28 mínútur eða hvað það var, 2-0 eftir 5 mínútur, ok, þeir eiginlega fokka svo leika upp tvisvar, að þeir skora snemmi setna ára 4-2, þá að vera ákveðið róttök, fá sér 2 mörk og ef eitthvað er þáttu Stjarnan bara vinna hennar leik. Það er ekki spurning. Þetta var, þeir lágu á þeim að í lokin, auðvitað frábær þrenna frá Emil Gott, marki á Byrni Snæ, auðvitað Aron Bjarna, með stórkostlegt marki, ég hef síðan skora áður svona geðveikt mark. Aron Bjarna er bara með eitthvað störðlega tölfræði með að við spila mínútur. Munið þegar Gústi Gylfa kom í viðtal eitthvað og spurður út í ákveður Aron Bjarna á bekknum. Það er að þegar hann kemur inn og í seinni áleik og svo kom hann bara með eitthvað munið. Það var rosa. Hann er búin að koma 8 mörkum Aron Bjarna og búin að byrja 5 leiki. Þetta er alveg, en sko með Blikaliði, Óli fær sko réttilega smá hitta, en leikmennsand, þú veist, Anton Logi, þetta er önnur bara hauskupaði röð í honum, hann var skelfilega gett framlíka. Jóman er yfirleitt 7 af 10 lágmark. Þetta var 4 af 10. Ívar Örn er bara búin að vera einn mesti leikmaður í síðustu umförum. Var hún ekki stungin í bakkurinn? Ég var svolítið mikið að horfa káir. Já. Þeir fóru þarna svona þegar að leið á leikin. Já, hann fór meittur út af Davíð Ingarsæki og hann fór í vinstri. Já, eftir 27 minnur. En hann samt klikkar hann að það heldur sig öðru marki Emils. Þá hann að taka Emil hann á fjær. Hann er soft þar. Hann gefur vítikinn F og gefur markitt fram og þetta mark. Ok, hann og Viktor hann. Ég skil ekki af hverju Ásgeir ekki spila. Af hverju var honum bara hent út af liðinu og fær ekki séns. Það vantar að hrista almennilega í þessum leikmannhópi hjá Blikum. Það virðist eins og allt hungur sé farið. Og alltaf maður heldur að sé að smetla höfum eins og vinna KR og kemur bara næsta framistæði er þá bara eitthvað algjörskita eins og móti fram. Ég held að væri búið að taka eitthvað rosalega varnarleikir hann í gegnan eftir fyrstu, þeir voru flottir mútið Víkingunum, eða svona bara lágu í vörn og gerðu það vel. Já, þeir buðu upp á hryðjuverk í fyrstu umferð móti Víking. Ég er sammála með að þetta er bara sama lið, búið að vera núna síðust 2-3 ára, en bara vanta, þetta er ekki sami einhvern veginn. Spark í sig að þeim. Þeir eiga síðan Víking núna, ég held sér 2 leikir í röð. Já. Byggarnum bæði á Kópavogsvelli. Þannig að það var áhugavert hvort að þeir fari í sama upplegg og í fyrsta leiknum með að reyna hleypi sér eitthvað upp í aðeins skemmtilegra. Ég held að þeir verða trilltir í byggarleiknum. Ég held að hafa enga trú á deildinu lengur. Það er bara svolítið farið og við talum svona að vanti hungur. Ég held að þar sé hungrið að taka byggarinn. En þetta þéttalið Blika er núna held ég búin að fá sig 17 mörk í síðustu 5 leikjum sko. 4 núna þessu leik. 4 fram, þetta er annar leikur röð sem hafa fóð sér 4 mörk 3 mörk á móti KR, það var komið við 14 svo 3 móti Val, 17 mörk í 4 leikjum með þetta er alveg útrúlega. Það held ég tjattið, minni tjattið á að vera líflegt, það kom hann að strákur inn á Arnar Bjarki Gunnleifsson. Já. Sko, hann er skemmtilegur. Það er margt að ég sá alveg helling í honum þennan hálftíma sem að hann spilaði. Og hann var hann að taka mann á, hann á bara eftir að styrkjast, rísa stór virðist vera,
Þetta er sonur Þetta er sonur Gulla. Já. hann mjög gaman að horfa á hann það er svona, hann var að rykkja með boltan og svona, þú veist, þetta hefnaðist ekki allt í honum. Nei, hann var satt kröftugur, hann átti góðan sprettan kantinn og... Hann er góður Já, maður sér það. Já, þetta er vist einhver svakalegur árgangur þarna hjá Breiðabliki, þannig að það er alveg strákar að koma upp, það er enda búið að selja hann bara eins og með alla sem eru á svona leveli, en það er gaman að horfa á hann og kemur hann inn á fyrir Kristoffer Inga sem skoraði frábært mark þarna og ég held að hann var að klára þetta í 4-2 en allt kom fyrir ekki. Við slum klára þessa yfirferð okkar íslensku bestu deildina. Klárum hana með orku náttúrunar. Ef orkan er hrein, liggur gatan greið heim og með langflestar stöðvar út allt land, hræðslu stöðvar, þetta er ekki auðveldast orðið. Nei, þú leystir þetta. Já, ég leysti þetta. Þetta er út allt land, allstar, líki Hamraborginni. Já, Ía, Valur, fyrir ykkur gras, áhuga menn, hættið. Þetta er bara eins og við malar kallaðum, við þurftum að kingja þessu þannig kringum 90. Það væri ekki þetta að spila lengur á möl. Þetta er bara síðasta víið, ekki? Langarnes, gras, hérna. Er ekki að vera skilta? Okay. Er það dönn? Ég heyri það. Ok. En ég bara kaupaði ekki alveg, ég held að þeir séu svona, síðasta víið, það er bara svo leiðilegt líka að horfa á leikið hérna. Heyrðu, sko, málið er þetta. Við vorum með Ormsson, vorum með KR-leikinn, Víkingur KR, Breiðablik Stjörnuna sem var mark á 5 minútna fresti. Og svo varstu með hennan hann sem þriðarleik. Það var alveg... Sko, þessi grasleikir, sko, ef það er ekki rigning. Við geðum eftir það er rigning. Við erum að sjá hérna eitthvað renniteklingur og svona, en þetta var þungt maður. Og marki var svona, já... Nú móti hálfnað. Hittaði vel við leikinn, sko, marki sjálf, hjá Viktori. Já, þetta var ekki til útflutnings hins vegar, sko, verði ég að hrósa þessum markmanni hjá... Jóni Sölva Símonarsinni sem að skamenn keyptu þú veist, fyrst þeir fengu þessu undanþágu að mæta ekki undirbúnir í bestu deildina þú veist, þeir nefndi ekki að hugsa markmannsmáli, þeir voru bara að setja penningan í annað og bara fengi að kaupa hann einhvern veginn alveg ótrúlega hátt, en það var virkilega vel gert og þessi strákur að standa sig feikilega vel. Þeir vissi alveg hvað það var að fá, hann var á láni hjá þeim í fyrra. Já, þeir þekkta hann greinilega. Góð holning á honum. Stór og... einmitt. 3 leikir í honum, búin að halda hreinu í 2 og bara svipa með eins og við tölum Aron. Það er bara rói eftirstu línu með hann. Það eru tölum aðeins standurinn í íslensku þetta. Hvað eru leikmenn Vals að gera? Ég held að vita enginn, sko. Og við þurfum ekki að allar Adam að láta bjóða sér þetta mikið lengur. Hann ónótað að vara maður í þessu leik. Og það er ekkert í gangi fram á því að... En það finnst mér líka ótrúlegt með Adamæður. Að því að Adamæður er búin að vera einna betri leikmönnum Vals á þessu tíðumbili og hvernig Hermann hefur notað hann hefur alltaf tekið hann út eftir 60 mínútur þegar hann spilað. Hann tók sjensin á hann manni á móti KR þegar hann var gulu, kemur með hann inn í seinna hálfleik og tekur hann svo bara út á 60 þannig að gulu. Þannig var Adam besti leikmaðurinn í seinna hálfleik hjá Val. Mál með Val Hjörvar minn. Ég ætla að henda einu fram. Ég ætla að fá þig til að svara þessu. Heldur þú að leikmenn Vals séu að reyna losi við Hemma? Nei, það held ég ekki. Þú veist, hvað er effortið? Lack of effort? Ég er bara búin að sjá marga leikið sem eru bara einhvern veginn hálf áhugalausir að inn á vellin. Já, veist, ég veit ekki hvort það sé lack of effort eða bara uppleggi sjálft. Þú veist, mér finnst það búið að vera, náttúrulega Adam ekki þessu leik, en mér finnst það, sko, þeir spila bara rosalega og tryggva. Upplegg álegg. Reyndu bara á þig. Heldur þessi ekki reyna á sig. Horfðu hvernig þið spila. Boltinn hefur hingað til að koma Adam og hann á að koma langan á tryggva. Þetta er bara svo auðlesið. Þetta er svo auðlesið. Hemmir Heiðars fyrir vital eftir þennan leik og segja sér margt jákvætt í þessari frammistu. Nei, það var ekkert jákvætt í þessari frammistu. Það ertu 4 snertingar inn í teig Skagamenna í fyrrháleik, ekkert skot á markið. Það átti 1 skot á markið allan leikinn. Sko, það er sorglegt að bara sjá droppið á Hlíðarenda. Bara ef maður hlóður bara á klúbbin, maður á alltaf að taka Val alvarlega. Það gera það engin núna. En ég veit ekki hvort það sé lack of effort, ég held að sé bara, þeir bara vita eitthvað menn ekkert hvað þeir eru að gera. Tómi, þú ert einn af fáu leikmenni sem eru ekki spilað með Val. Já. Reyndu þeir aldrei að fá þig? Nei, það er ekki. En sko, gleymist að sko, í ágúst í fyrra, þá voru þeir bara topp. Já, ég meina þeir voru bara að vinna mótið. Unnu Víking út í Víkinni og þá
það ekki lengra síðan sko. þetta fljótt að breytast í fótboltanum. Það var þarna upp á skipaskaða. Ég nenni ekki að tala lengi með leikstofur. Þetta bara þetta að fara út úr þessu. Við slum gera upp þessa umferð með Kia. Alvöru umferð að baki í bestu deildinni. Já, Kia leikmaður þessar umferðar, það er Emil Atlason sem er að jafna sig eftir þjálfaraskiptin og það tekur tíma. Það var það þjálfarinn, það er Sölvi. Það var að taka hana stóruleik. En það ekki það, halda hreinu á móti þessari markavél sem menn tala og ég held að sko Víking KR síðustu 17 leikir, 16 leikir, 11 sigrar, 5 jafntefli. Ekki tapa fyrir þið. Nei, síðasta tap 2020. Já, er það ekki rauðurspjöldin hann að það er Sölvi og... Það getur verið. Ég held það. Jú. Ég var að vera að sína þetta daginn. Hvað fekk Kjartan Henrik langt bann? Því að þetta er bara full on punch í leiknum fræga. Já, hvað var þetta langt? Ég held að hann sé satt smá svektur með þetta punch sko. Það hendi punch og þetta er alveg betur en þetta sko. Þetta var samtalum. Já. En hann átti að vist taka víti líka. Já, hann átti að taka víti. Þetta var að fór vel. Þetta er ótrúlega moment. Hann vildi meina þetta verið mískilningur þetta rauðspjöld. Hann fekk Dotta Inga bara á sig hana í geðeginni. Já, en búðingurinn núna í þessari umferð, er þið með eitthvað búðingur? Megum við fara líka í Víkin hana? Já. Þetta er líka útlendingur og svona sko. Kótó. Stærsti leikurinn. Mér varst hann góður endur í þessu leik. Já, þetta er samt Hafsend sem að gefur mark og klára leikinn. Leikurinn er farin eftir það. Já, það er búið eftir það. Við slum færa okkur yfir á heimsmeistaramótið. Vinum hérna. Tímum okkur á HM með Voga Ídífinu góðu. Það er ekkert verra á meistaradeildinni Beckham í pókanum og það eru rosalega spurningar að koma hérna á tjatinu. Þeir sleka ekki mínum enn á tjatinu. Já, Voga Ídífar með Dóttarfútból og við ætlum að byrja þetta á Englendingunum sem að unnu 4-2 sigur á Króatunum. Ef við byrjaði góða hjá Englendingunum eða byrjaði slæma. Já, varnarleikurinn. Já, þetta liti ekki vel út hjá Englendingum. Nei. Það er að segja hvernig þeir díluðu bara þessi tvö mörk. Já, ég var búinn að ákveða sniðgang á England í ár, út af meðferðin og Harry, svona grínlaust. En svo voru bara miklu skemmtilegri en ég bjóst við. Bjóst ekki alveg við svona, þú var búið að vera svo döl með Southgate, þótt að síðan á úrslit, en þetta var miklu skemmtilegra. Þeir heldur áfram, þeir fóru ekki eitthvað, voru ekki hræddir. En þessi mörk, sérstaklega annað marki á Króti, þeir chip honum að inn, hvað allra Harry hefði gert þarna. Hann hefur bara stangað í burtu og afgreitt þetta helvíti. Hann hefði lesið þetta hlaupi á Perisic, það var alltaf fárálega vel gert hjá Perisic sko. Þannig að hann er að dempa hann fyrir hann, en sko, þegar þeir fóru í svona, þú tala þessi vörn, þegar þeir fóru droppið ykkur svona lágur, þá voru þeir í brassi. Annars fannst mér Englendingar algjörlega að menna leik. Mér fannst það reynda Pickford inn á milli svolítið skrítin. Já, hann átti bara að verja fyrsta marki og skoða hvar hann fer í markið sá bolti. Þá viltu bara markmaðurinn verja þetta. Haldið að Nick Pope hafi látið þetta til? Nei, hann er bara með langar hendur, það skiptir máli. Varstu búin að græja gifið, risæli gifið? Já, menn það kemur. Ef þeir hefði tapað þessu leik þá væri allt vilt núna, en hann var slaka. En mér fannst England bara góður í þessu leik. En ég sammálaði, maður er oft sér á brotna við að fá svona mörk á sig. Jú, þetta er geðveikt að hafa þetta í Ameríku, sjáu vellina. Bara á Cowboy Stadium, bara í Jerry World. Þetta er að skemmtilegast við háum við, að fá alltaf þess að geðveiku velli. Þetta er unbelievable. Statir hann í eins og ég kalla að því nú NFL aðdandi Jerry World. Það er Cowboys. Þetta var geðveikt. Sko, Króatar. Modric var alveg fertur í þessu leik. Herðu, þetta var svona gamla að kalla. Þú veist, Nonni Madueke, þetta líður alveg svona kannski tæp sekúnda. Þegar hann nær boltanum og sparkar svo í hann. Hann líka missi boltan í aðdraðanum til að fá hotnið sko. Þetta var slæmt sko. Þetta var slæmt. En að þú kemur Nonni Madueke. Stóð svo vel í gær. Ég veit hvað skrifslega þetta búin að búa til fyrir England þarna. Hann var mjög góður. Já, hann flottur. Hann var líka eitt góðan kross þarna. Já. Frábær strák. Það var svo var Marcus Rashford kom inn á og kláraði þetta allt saman og vermiðin og honum Tómas eins og þú sagðir á Facebook síðu þinni í gær. Hann fer bara hækkandi. Já, mjög verið klárað og það Barca vildi ekki taka hann þá bjóðu hann bara til ykkar.
Getur klásúla hækkað? Já, nei, þú veist, hún er útrunnin. Er útrunnin? Útrunnin. Þeir geta ekkert gert í þessu, þeir geta ekki triggerað þetta. Þeir tóku Gordon frekar. Nú er verðmiðin bara að hækka. Új, Nú er verðmiðin bara að Búin að hækka. lesa ykkur 40 miljónum punda klásúlu? Strákar, sketches maðurinn, Já, Harry Kane, já. 2 mörk. Og sko, Declan Rice með útsving. Já, Það er ekki oft sem hann gera hann getur gert á greinilega bæði útsving, hotnin hafa verið að detta hans inni á svo háum og Harry Kane með frábæra skalla eftir að skora á víti, þar sé endur tekið víti. Sko Hjörvar, Já, þú er í markinu Já. og það er endur taka víti sem hún að verja. já. Það er í sama hot. Er það bara, þú veist, er það bara hvað þú finnur? Æ, ég fer í hitt hotni. Þú ferði hitt hotni? Já. Ég haf meitt solid tricks í vítum. Það voru þykjast fara til vinstri, fara svo til vinstri. Við sko við. Já. Og svo gera yktar hreyfingu til Já. vinstri og meðan bara, heyrðu, ok, hann er að selja sér. Af því að það halda allir að þetta sé hér. Nei, þetta er hér. Ég get sýnt ykkur að ég varði vítur á Garðar Gunnlaugs. Það er bara mest í lestur sögunar. Þú veist, bara vinstri, pump, fara til vinstri. Kenni ykkur þetta við tækjum. Mér finnst sko að því að hann fer mér er svo litlu sko það er samt svo ósækitt fyrir markmenn að þeir með hika svona að þú veist skittan með taka svona hik, stoppa Kane tekur hana, smá hik þetta er erfitt fyrir markmenn. Já. En minna, þetta er búið að vera svona síðustu ár, veist, eftir við fórum að herða þetta með línuna, þetta er vantilega bara æft á fullu markmennir, fara ekki af línu. Mér finnst alltaf því sem ég viti, mér finnst alltaf eins og markmann sé farin. Svo einhvern veginn heldur hann alltaf löppin á, en eitthvað muna eitthvað aðeins annað en. Ég var að spila, ég satt í stórum hópa á Fossinum að horfa á hana leik og eina sem vantar á Fossin núna er Karlsberg. Þess vegna var ég bara var ég bara rúlu, en ég var með einn 8 ára með mér og með spurði hann hver myndi skora í leiknum. Hann sagði Jude Bellingham og allir þræl veikir, þannig að hann var beint á Epic og farið á það og að sjálfsögðu skoraði kallið. Þetta er alveg lestur í það sem áttar. Já, þegar hann sá það, Jude Bellingham er svo sannlega bara að skora. Þetta var flottur leikur í Englendingunum. Ég var ánægð með þá og þetta gefur góð fyrirheit. Ekki fara í eitthvað low block í stöðunni 3-2 eða eitthvað. Og mér finnst líka bara, þetta eftir á higgja var bara frábært fyrir Englendingana að Króatarnir hefðu jafnað þarna 2-2. Þá stígu þeir alveg láta og svo krömdu þeir þá í byrjun seinni hálfleiks. Já, og Króatía átti aldrei séns í seinni. Nei. Þrátt fyrir að þetta 4. mark kom seint. Já, þetta var glæsileg framistæða fannst mér hjá Englendingunum. Vel gert England. Við skulum halda áfram. Dóttor fútból elskar þessar hellur bara eins og allir. Já, við viljum hellur, múr og lím og steipustöðin með Dóttor fútból og allt fyrir garðinn þinn í steipustöðinni. Já, það var tilfinningaþrungin stund að sjá Dóttor Kongo mæta á svæðið. Nú, þeir gerðu jafntefli við Portugalina og já, flott. Afríka standa sér vel á HM, þar segir sér fyrstu umferð. Hvar er að byrja á öllu saman? Mennir á tjattinu spyrja einfallega. Við höfum nú áður séð Portugal gera eitt jafntefli móti nýliðum og stórmóti og enda með titilinn. Er sagan að endurskrifa sig, segja þeir á tjattinu. Það er sama uppskrift þarna, fór ekki 1-1 á líka? Já, Svo sáum við náttúrulega. þeir hétu Sær 74, þannig að þetta er svona. Sáum við Argentínu tapa fyrsta leik og vinna HM en nei, Portugal tekur ekki þetta móti en Portugal fyrir langt samt. Já, Ég held að Geðveikt það mark. var of mikið í þetta sko. þetta er gott mark. Það var geðveikt mark, Já. fyllategin, geðveiku skallir á Sean Neves, en svo bara einhvern veginn eftir það var svona eins og þeir bara, þetta er svolítið komið. Það var bara, þeir eru með yfir 700 sendingar í þessum leik, hvað var 75% með boltan eða eitthvað, eða eitt skot á markið. Þetta var rosalega, nú er þessi tvær sko fyrirfram, sem ég held að myndi vera mest að veislulega horfa á Spánn og Portugal. Það er alveg tvei leiðilegstu leikir. Já, Sko, mér veist að við vorum að tala um veikleika Portugalana, þá Diogo Costa, hann verður Já, hann ætlar út, hann verður þá að kommitta og fara út. já. Þetta var samt sko að þegar ég var búin að pyrra með þess á þessum hotspötnum hjá Kongo, sérstaklega fyrst hotspötnu þegar þeir voru ekkert með í leiknum, fá svo eina hotspötnu og taka einhverja krúsítölu, stutta hotspötnu og missa boltan sko. Bara dælinn sinni teginn, þú ert svona miklu underdog sko. En þetta var vel gert. Ég ætla að enda yellow card á mínum enn í boltamannum.
mætti með það physically til þeirra fyrir að eiga ekki hérna búningin hjá Dr. Kongo. Já. Geðvigur. Já. Ljósblár, umbró, en það allt annað til í boltamannum. Það gleðin yfir þessu öllu saman. Sko, auðvitað öll umræða náttúrulega Cristiano Ronaldo. Hann auðvitað að leitast eftir því að skora 7. heimsmeistaramótið í röð. Skoraði ekki í gær, voruð ósáttu við hann? Sko, veit ekki hverju maður á að búast þessum ánum, en ég er engin Ronaldo-maður, þú veist það veit það allir. Ég hef enga tengingar við Ronaldo. En ég skil sem ekki alveg þessi umræðu Ronaldo og hvernig það bara allur hiti fyrir alltaf á hann. Ronaldo partur af þessu liði sem vann þjóðadeildina. Man skoði síðustu 2 ári á hann skoraði 5 mörk í 5 leikjum undankeppni og 24 með 20 mörk í 25 leikjum. Hann ekki búin að lélum Portugal síðustu 2 ár. Portugal ekki búin að vera að spila illa eftir EM. Fyrir leik í gær voru að ræða þetta, ég og Arnar Gullaugs, og ég var einmitt að benda á þetta og Arnar bara, nei, þú veist, hann bara búin að spila vel. En svo leið og Portugal klikkar eins og þarna, þá fyrir öll umræðum hann. Já. Mér finnst það svo all liðið sé pínu tensi, eins og ég sé ofta einhvern svona að reyna að þröngva einhver í gegn. Skilur hvað við? Já, mér fannst þessi leikur í gær, mér fannst það ekki út af Ronaldo. Það eru leikmenn svo Bernardo Silva var skelfilegur, Vitinha átti slagasta leik sem ég séð bara. Þið náðu bara ekkert að opna. Fyrir mér þarftu bara að koma boltanum inn í tegina ákveðnu stöðu fyrir Ronaldo. Ég ætla að bíða með að koma einhverja sleggjur Ronaldo á þessu móti. Þetta var bara lélegt hjá Portugal. Slúm, kannski ég kláraði þá bara hinleikin í riðlunum líka. Frábær stig hjá Dr. Kongo, stóðu sig vel. Axel Tuanzebe náttúrulega með eitthvað masterclass þarna. Emitt og Bissaka. Já, við sjónvarpsmennirnir í Bandaríkjunum klikka svolítið að því að ég hugsa að það er tilfinningaþungi stund þegar að Ronaldo hittir Van Bissaka og Tuanzebe. Klikka á því. Maður satt að var tilbúin einhvern veginn að leyfa tárunum aðeins að leika niður. En þetta er bara sérstaklega núna þegar 3 lið fara upp þá eru þessi stóru lið ekkert að panika hérna í fyrsta leik. Gæti þess að vera smá panik hjá Portugal í næsta leik á móti Úsbekistana, því að ef þið vinn ekki þann leik, þið taka annan svona leik, þá að fara einhvern úrslitaleik á móti Kólumbíu. Sko klárum þá bara þannan leik hjá Úsbekum og Kólumbíu í gær, í nótt þar sem að Kólumbíumenn unnu 3-1, glæsilegan sigur, Luis Díaz maður leiksins sem laði fyrsta markið, skoraði annað markið, svo var meiri háttar þriðja markið þar sem Anthony Taylor sýndi okkur á hverju enski dómarar eru helvíti góður. Það leifði hann bara mönnum að kljást þarna almennilega út í horninu. Kom þessi brjálaði kross. Fyrir var þetta aftur sem áttina kross, af því að nú aftur glimti ég glirunum heima. Þannig að ég sé bara ekki. Hernández átti krossin á Campas. Já. Og 3-1 sigur Kólumbíumanna staðreind. Þannig að markið sem Kólumbíumenn skoruðu, það var Vargas í markinu hjá Kólumbíu að kenna. Slóðan eitthvað upp í lofti þarna. En fyrsta markið, var ekki hjá Munoz, sem að teka hún að volley. Þessi fyrsta markið, það var geðvögt. Þú getur ekki sett eitt við rúvarana að vera klárið með highlights fyrir okkur sem vaknar 6:30 á mótana, kannski bara kenna Gunnar Ómsleif að gera þetta þegar maður sammála því. Ég bara áhyggjur af Gunnar Ómsleif, sko. Þannig að pirra mann ekkit smá að mæta þarna fram, ætla að horfa highlights á mótana og þetta sé ekki klárt. En ég get sagt þér það að official highlights frá FIFA þeir eru komin inn strax á UEFA og líka bara á YouTube verið FODMOP kallar. Kemur þetta live score líka? Ég veit það ekki. Ég fer alltaf beint bara á afruglaran minn og skiljanlega, gæði þar. En ok, það er gott að gera. Gott að vera með plan B. Já, plan B. Ef að fara í næsta fjör. Hertz ekki bara bíllega, þetta er líka bílasala, langtímaleigan hjá Hertz, segir þau. Argentínumenn með 3-0 sigur. Þar sem að óætt er að segja að hetja Argentínumanna hafi verið Zidane í marki allsýringa. Því líka hörmungin í markina, hann er búin að kveikja í þessu Zidane-nafni. Sáðu þegar hann var að reyna að skutla sér í fyrsta markið. Þetta er eitt kraftminnsta hopp sem ég hef séð bara ever. Og svo hvernig að mista hann í öðru markinu við tökum ekkert af Lionel Messi. Gamli kallinn með þrennu þarna. Þeir er einhvern veginn miklu sterkari heldur en voru 2022 síðast á hann. Það er betri holning á Argentínu núna.
bara fallið að sjá Lísandró hérna Butcherinn með Romero með sér loksins kom með einhvern hérna sama haus með sér hérna en já, þeir líta bara ekkert eðlilega vel út ef að Messi ætlar að halda þessu áfram. Ég er bara ekki sammála sko. Mér fannst þetta bara, þú veist, þessi mörk þetta síðan á 2 þessum mörkum. Mér fannst bara mér fannst nefnilega Argentína ekkert spes í þessu leik sko. Mér fannst það ekkert spes þannig hérna fyrir 4 árum. Við fengum öll þessi víti og allt það. Ég veit ekki, mér finnst það einhvern veginn, kannski ég var ekki búast við svona. Þú veist, þeir eru harðir þegar það kemur útsláttakefni og náttúrulega með Martínez í markinu sem er með svartabelti í þessum vítaspyrnukefnum og það getur komið þér ansi langt að vera með topp markmann á svona móti og meira Messi náttúrulega orðin markaðist í leikmaður sögunar ásamt Miroslav Klose. Það gleymist, ég var ekki búin að átta mig á því hérna. Hann var munurinn samt á þessum liðum og síðan hjálpaði líka vissulega til. Ég minna að þú veist þetta eru 2 skot fyrir utan teig og 1 frákast sem hann tekur hann að þess að hann á bara að verja það skot betur, hann verið beint út í tegin annars, þú veist, allsir voru ekkert lélegir bara gerði ekkert á síðasta þriðung. Það er eitt sem ég elska við þetta mót núna þetta er svo gott það er engin meiddur að þegar annars er refsað í mínútu það bara standa allir upp það er allir hættur þessu bulli hvað þetta er næs þetta er svo, breytir svo miklu við fótboltan svo sáum við hot var refsað þarna fyrir að tefja fyrir of lengi, það var ekki Kongo en svo enda tóku Portugalin sér svona 1,5 myndi að taka Kongo græntu bara á þessu þetta er bara, þetta er mótið 10-10 hinga til, líka bara ekkert svona var issue, ég bara sé alltaf var hérna, liðið farið skjáin og svo fólkið sem er sérstaklega í Bandaríkjum er svo ánægt þarna, það elskar þetta heldur að sé allt einhvern veginn í einhver rugli í Ameríku að bara allt upp á 10 skotarnir náttúrulega slá í gegn með, þú veist, kærleiknum og öllu og Japanir og allt þetta það er einhvern veginn alltaf ganga upp þarna í Ameríku. Eina sem ég get sett út á kannan er að leikinir eru oft ekki að byrja á réttum tíma. Það er bara í kultúr. Það er kaninn, sko. Það er kultúr. Það er alltaf ansvar. Menningarsjokk fyrir yngar. Maður er vanur því. Svo líka að tala þetta, er allt hérna, stopp út af eldingum og svoleiðis. Það er ekkert verið. Ekki einu sinni. Nei, það er bara lífið leikur allan. Það er einhvern veginn alltaf að ganga upp hjá þeim. Við slum fara úr Messi. Róa sig aðeins. Hvað var aftur hinleikurinn í þessu riðli? Hún er alveg ruglaður. Er það ekki Austurríki? Var það stórleikur Austurríkis og Jordan? Já. Vá, það var alveg leikur. Já, förum aðeins yfir hann. Það sem að lærisveinar Ralf Rangnick unnu 3-1 sigur. Já. Það var þetta frábært marki og Schmidt þarna í fyrsta markið. Langskot, alveg skot. Alveg sleggja. Romano Schmidt sem skoraði þarna glæsilegt mark. En Jordan menn jöfnuðu leikinn. Svo kemur þetta sjálfsmark og svo var það gamla kempiðan Arnautovic sem skoraði þarna í lokin. Já, hann er ennþá, hvað er hann gamall? Hann er, held ég, 89 fætur. Já. Eitthvað svoleiðis, mjög nálægt í. Hann getur náttúrulega ekki, af því að hann gefur sér út fyrir pressu fótboltar Ralf Rangnick, að geta þá kannski ekki verið með 37 ára gamla sendir frá byrjun. En svo sem, ég bara flott hjá Austurríki. Já, bara flott. Þetta var fyrirsjáanleg úrslit. Þeir áttu þennan sigur að vera skuldað. Hvaða leikmenn í Jordan voru svona heilla þig? Mig, það var náttúrulega Ravabde, hann stóðsendingun í markinu, hann heillaði mig. Fylgist með þessum. Hann kraftur í Tamari líka upp á topp. Já. Það var svona erfitt að eiga við hann. Já, það er alltaf erfitt að eiga við hann. Skemmtilegt lið. Já, ég slum bara að fara úr þessu. Ég minni á Bleika pakkan, 26 krónur af í 4 vikur. Þú skráir þetta allt inn hjá Bleika bensínu sem er orkan. Og það er allir í bleikum skóm á HM. Herru, ég tók eftir þessu í opnuleiknum. Það var einn og einasti í Bleika. Ég held að það væri eitthvað. Ég held meira sé að Harry Kane sé í bleikum sketches. Og ég sé að Neymar og Puma eru líka bleikir. Adidas eru líka bleikir. Nike eru líka bleikir. Það kom aftur. Og ég var ekki búinn að spotta þetta. Nei. Bleikt. Messi er ekki bleiku. Nei. Þetta er skemmtilegt. Kíkjum á frakkana. Það sem að frakkarun að ég held Afrikumeistarana 3-1 og þeir eru það svona, ég ætla að hafa þá sem Afrikumeistarana þetta árið, Senegal. Já, Mbappé með 2 mörk,
Hann var markasti leikmaður í sögu franska landslýsins. Fór þar yfir Olivier Giroud. Bradley Barcola skoraði fallegt mark. Það var svo Mbaye sem að skoraði fyrir Senegal. Mark sem að verður að skrifast á Mike Maignan í markinu. Já. Ótrúlegt dæmi þarna þar sem að Kylian Mbappe átti að fá víti. Það bara Sadio Mane renni sér í hlaupaleiðin hans og bara... Þetta er bara eitt mesta víti sem maður hefur séð. Já. Hann dæmdi hot fyrst, fór að skoða þetta, endaði þetta með markspinnu. Einhver Ástrali þarna, þú veist, mætti hann Nikon og Rubíinu og eitthvað svona. Til það rugglið sem það var, heyrðu þessi sending frá Ólísi. Já, hún var Hann geðveik. er bara í rugglinu. Hún var geðveik og slúti gott hjá Mbappe og með þess líka Rabi og flottur svo leik. Hann er alltaf góð með landslið. Já, samanlega því. Hann var, þú veist, í markinu Barcola, hann var sendinguna þar. Hann var mjög góður. Já. En frakkar gerðu bara ekki neitt í fyrirháleik. Nei, þetta er líka... Mjög góður setni. Já, þeir einhvern veginn svona hafa bara geta svissaðan í annan gýr. Ef að þarf. Senegalinni fengur samt alveg sénsa. Já, þeir náttúrulega eru alveg erfiðir og maður fekk bara svona flashback eða nostalgíu, maður fyrsta HM-minningin innan 2002, opnurleikurinn, þeir eru töpuð mútið Senegal. En já, þeir bara, maður býst ekkert við einhvern flugveldasýningu frá frökkum, bara mallis áfram og Þetta var fuguldir, þetta var falleg mörk. Setna áleikur af flugveldasýning, fyrirháleik frakkar voru up for grabs í fyrirháleik. Eru vellinir eitthvað mjúkir af því að ég voru að tala um þetta ömulega stökkarna hjá mínu manni Zidane í markinu. Pickford í gær. Og mér finnst Mendy af því ég er svo vanur að sjá verja svona eins og markið sem að þriðamarkið hjá Mbappe. Já, þetta var mjög skrítið. Já. Þetta er eins og við gamers myndi kalla bara glitch. Já. Bara, þú veist, það er eins og farið bara einhvern veginn í gegnum hann, sko. Þetta var, þú veist, mér finnst það frábærum markmaður. Þannig að þetta voru sérstök tilþrif. Já, en Senegalinn fengi alveg færin. Já, í fyrri. Já, þetta var bara rock solid hjá frökkunum. Og það er svona samfarandi byrjun hjá þeim. Hinleikurinn í þessum riðli var leikur Normanna og Íraka, þar sem Normenn unnu 4-1. Það er feikilega mikilvægt því að munum að þetta er FIFA-mót. Þar er það markatalan, ekki innbyrðisviðreikir. Þannig að mikilvægt að taka þetta 4-1. Erling Haaland var eins og hann bara skrimsli. hann var bara alvöru missjoni. Ég væri að gefa Gunnar Birgisson félagum líka með hennar búning. Já. Þetta var flottur. Já. Norsara búningurinn. Og þá fánan þarna í aðeins öðruvísi. En svipa með, eins og vorum að tala um frakkana, Noreg voru ekki góður í fyrirháleik. Nei. En gjörsanlega keyrðu yfir Íraka í setni. Haaland, þessi 2 mörk og svo á hann eiginlega þriðamarkið. Já. En vinslan í honum í þessu leik, hann var bara, þú veist, hann var bara eitthvað býst. Já. Það var endalaust að pressa. Búin að vera að bíða eftir þessu örugglega svolítið lengi. Fá fyrsta HM-leikin. Maður býst að vera þess áfram frá þeim. Herra, hann fekk markið hann Torsvett fjóra, ég held að vera sjálfsmark. Já, þetta Ég sé hann búin að hann á það. Gott markið á Írökun. Herru, geðu ykkur skalli. Já, það var líka bara frábær sókn. Já, hann var það gott hlaupaninn teginn. Þeir voru svolítið að fara hann að baka í Ræðisson, sko. En að því að hann lyftur hann þurfti alveg að stangan, kraftur og allur pakkin í þessu. Já, það voru góður. Ég var líka, sko, sérstaklega í fyrirháleik, Núsa. Þetta er skemmtilegu leikmaður. Góður á boltanum. Já. Svona datta aðeins niður hann með sinni. Til þess að bara svona aðeins bara svo þetta sé hérna líka því vorum að tala frakkan á hann. Ibrahima Konate er gengið til þess við Real Madrid og Real menn að vesla bara duglega núna. Búin að taka hann, Bernardo Silva og þetta Kukureya á með tíma. Þannig að Já, þeir eru mikið svolítið að sækja frítransfer Já, gamla Juve-liðið. Já. Mikið rosalega lítur þetta vel út fyrir Arsenal þetta tímabil, bara strax. Klárum þetta svo hér Já, þetta lítur vel út, ekki spurning. Það lítur vel út. Ég var Eigum þetta bara eitthvað að fyrir enska? Já, eigum þetta að vera enska. Já. En þú ruglaði mig aðeins í Já, fyrirgefðu. Af því að ég Finnum ætla taktinn að aftur. tala um Ghana, þar sem Carlos Queiroz er að hvað er maðurinn eiginlega ekki? Þú veist, hann er bara sábúin að drilla þetta Ghana-lið. Já, maður er alltaf smá taugar til hans. Hvar sem hann er í heiminum. Þú veist, hann opnaði sig ekki fyrir ná 94 mínútu og þá þetta kom markið og þetta ég var eitthvað aðeins að hraðspóla hennar leik í morgun. Þið þurfum ekki að hraðspóla. Ég setjum það. Ghana, Panama er alveg leikur. En að mínum venni Ghanverjarnir hafi unnið þetta. Hann var feikilega mikilvægt.
gaman að Sæjú hann að maður. Já, Semenyo Já, híkalega gaman að sjá Æjú er Jordan búin að Ayew. líta út, hann er búin að líta svona út í 15 ár, sko. Já, Það er alveg ótrúlega maður að skoða Panama. Panama er í 34. seti. og þeir eru bara fínir. Þeir eru betri ef eitthvað er í þessum leik, sérstaklega í fyrri hálfleik. Sko Panama endur í öðru seti í þjóðvöldinni. Þeir slá út Bandaríkin og tapa bara naumlega ekkert Mexiko. Bara leit vinner hjá Jimenez, sko. Já, Þetta er ekkert slagt lið, sko. Nei, en það var þarna strákurinn Nordsjælland sem skoraði sigurmarkið. Sem var þarna á miðjun átti kröftugt hlaupir og hitti ekki boltan, fór svona einhvern veginn upp í loftið en í markið. Það var ábúinlega að vera ákveðin léttir fyrir hann. En flottur sigur hjá þeim. Við skulum fara smá í uppbóta tíma hérna. Áriðin hleypir strákur með út í góða veðrið. Nokkó uppbóta tímin er náttúrulega HM er náttúrulega í Ameríku. Þetta er sjó líka. Og þegar allir Nokkó hringir þá ríður maður upp síman. Já, honum er 17. júní vinnudagur eins og hver annar. Það er Messi hafa ekki fengið rautt spjald. Hann var svona hetjuvæðinguna í fótboltanum. Þú veist, þetta sé bara pressa, heyrðu. Alveg svo með Ronaldo. Þú veist, það var rautt spjald þarna á móti Írónum fyrir að gefa olbóskoti sem að hefði líklega átt að vera lengra leikbann og fara inn í HM. Bara eins og þetta var í gamla daga. Já, ef að kaninn fær eitthvað ráð í þessu, þá er það þannig. Já. En, veist, Stóru stjörnuna bara fá ekki rauðspjöld. Það sér þetta bara eins og með í NBA-nu og NFL-inu líka. Hvernig fannst ykkur þetta? Svona eftir bókinni og þegar svona atvikir er skoðuð í var aftur og sínt hægt og allt það, þá hefur alltaf séð rautt á þetta. Já. Þetta fer hátt upp með... Er þetta neikvætt af því að nú þú veist, þetta er svona klárlega Ameríku þróun þarna og svona? Helgi Mikael dríf upp rauðakortið þarna. Já. Sko, nú voru ég að horfa á þetta og já. hérna, sko, ógeðslega mikið klísju tek. En ef þetta hefði gerst hínum megin, einhver leikmaður allsýr, það er alltaf rautt. Það er aðeins þingra og erfiðar ákvörð að taka að henda Messi út á, sko. Ég verð bara að veltaði fyrir mig, sko, hann er ekkit rosalega fors í þessu, en... Í hvað staðan hann? Þetta er í fyrri hálfleik. Já, þetta er nefnilega alveg í fyrri hálfleik. 0-0 eða ekki? Ég held að segja 0-0. Hvað segirðu? 1-0 var 1-0. Og Still a game. Já, þetta er bara svona breytingin á boltanum. Hérna í gamla daga þá var ekkert verið að pæli hver sem maður væri eitthvað svona Frank Rijkaard og Rúti Föller þegar maður bara hent út af. Já, en þetta er klárt rautt, sko. Já. Og þetta er ekki svona dæmi sem getur sagt, já, þetta lítur ítl út og hægir á sig. Þetta er bara, eftir bókinni er þetta bara rautt. Það er spurning hvort að, þú veist, það er engin spurning, það var ekkert skoða meira og hann er bara clear to að spila við viljum ekki hafa þess að bestu gæða inn á en viljum samt að sér dæmt eftir reglum. Það þarf að finna einhverja línu þarna. Já, þetta er svo Howard Webb segir, hann sér alltaf eftir hann fannst ekki svona í anda úrslitaleiksins að gefa þetta Young rautt spjald. Hann reyndi að drepa þarna einhvern leikmann Spánverja. Það var svona lína sem var erfitt að fylgja eftir. Já. Þetta er alltaf svo stór ákvörðun að henda einhverjum út, þá er bara leikurinn, þú veist. Já, hún er ennþá stærrið þegar það er Messi. Já. Þetta var setti svartan blett á þennan leik svakalega svartan blett sem þetta og ég heyrði Sigurður Bond með þetta allt sem hann hristi bara hausinn Sagði hann að þetta verið rautt? Já, hann var búinn að skoða þetta hann er bara að fá svona vargræfi heima á sér Já, hann er nú yfirleitt faglegur þegar kemur að þessu Messi, Ronaldo þá vitum við það Við leiði ekki vel fyrir en ég væri bara með hans take out allt saman. Ef við skoðum að leikina sem er í dag það er bara fínt að Luigi sé að fara að skemmt okkur í dag því að þetta er svona kósí dagur í dag. Það er Tékkland, Suður-Afrika þar sem Tékkandir eru set piece kongarnir hálflið hjá Suður-Afriku í leikbanni. Nú, svo er það Sviss-Bosnia Sviss-Bosnia svo fáum við veislu í kvöld það er Kanada-Katar Hvað er á Kanada í þessum leika? Því ég var svolítið hrifinn af Kanada ég var svolítið svona góð ákefði ég held ég vinna þetta með 2 Já, Kyle Lauren hann sem skoraði ennið sigurinn fyrir Brynjar Ben hann var í college ég spilaði mót honum Góður? Hann var mjög góður, skoraði 2 hann var í UConn til 2014
Sett hann 2 á þig? Hann setti 2, við unnum 3-2 reyndar. Já. En ég man bara eftir þessu nafni, það var svona mikið hæp með hann þá og ég held að hann tekið 1 ár í college og fór síðan. Sko, hér var Gaman að sjá hann. Ég ætla að hendi X þarna. Á Kanada-Katar? Já. Eitt óvænt X. Já, ég held að... Katarmenn, sýndi við. Já, en bara heimavöllurinn. Já. Spila þeir bara hann á þessum velli sínum í Toronto? Það er sem ekki munur að sjá þetta og vellin í Ameríku? Já. Það er svona... Ég eins og ég segi, ég hefði orðið ef Ísland hefði farið að HM og við hefum farið Við hefum 100% fengið Kanada, ég veit náttúrulega Íslendinga tengingan og allt þetta en það hefði verið algjör hörmung sko. Ef ég fyrir að HM, þá er bara til Miami South Beach Ekki New York New York, hefur verið í hita í New York það er hörmulegt Þú er alltaf tekið sko lyktin í borginni sko, þú lappar fram í einhverju hotni og sko ruslat út eitthvað opið það kemur á svakaleg þú vilt vera kalt, ég vil hafa kalt í New York Nei hiti í Stórborg, það henda mér ekki Það henda enga sinni vel Ég hef verið til í einmitt Cowboys völlin Þetta ekki hann Jerry's World Jerry World Völlurinn í LA líka sturlaður maður hefði líka viljað fá að fara sko til Tampa þegar þeir hefur verið með leik sko út af Glazerunum kemur í ljós í þessum þáttum Tampa Bay Buccaneers að þeir svona eru líka mannréttindafrömmuður Glazerarnir, þeir voru fyrstir eða svona hired a black coach þannig að þeir hafa svona verið að láta alls konar mál til sín þú veist Glazerinn eru góða mannesku líka Joel Glazer og félagar en við ætlum að bara að segja þetta gott í dag ég verð ekki á slæðinu 10 á morgun ég verð eitthvað aðeins svona nær hádeginu með Gunnar Birgisson með mér. Er það honum að kynna? Það er ekki honum að kynna, það er mér að kynna. Og Hjálmar er með honum. Það er að segja að Gunnar Birgisson er ekki í golfi, af því að allir krakkar í dag verið skita leikið sér þar á daginn og þurfa ekki að vinna. Svo ætla maður langar svolítið að heiðra Gunnar Birgis með að finna einhvern svona Gunnar Birgis ból. Ég veit ekki hvað er að tala lúkkið, þú veist, Gunnar Birgis bólir. Já. Þú veist, nú var Nagelsmann að reyna að stela stílnum hans þannig fyrir áleik. Og það minna lús svona lús en svona frekar þungt svona kannski 2 hneftir hérna það er maður þarf kannski að reyna að heiðra hann það fara upp í suit-up aðtókvort er eiga 1 Gunnar Birgis alveg 100% það hlýtur að vera til það er hann í þú veist, sjá ekki Gunnar fyrir ykkur í þessu hann er þetta berða á reynda vel hann er geggjaður sko algjör bæði Nagelsmann og Gunni gera þetta vel þannig að vera gaman að sjá þetta reynda Nagelsmann fóru Gunnar Birgis í hálfleik og skiptum ból hvað var það? Það er eitthvað svona ennið rembingurinn hjá honum Nagelsmann? Mér veist einhvern veginn hann eitthvað rembast verið eitthvað töff, það er mjög skrítið hann er ekki töffar hann er að gleyma þeirri pælingu hann er ekki töffar við ætlum að kveðja frá HM Epic America minni á fría snúninga í vatnspásunum skora á önnu fyrirtæki að finna eitthvað skemmtilegt á meðan að þessar 3 mínútna drykkjar, þessar óþörfu drykkjarpásu Portugalinni kölluðu Houston, það er vandamál og hvað gerist núna hjá Ganverjum þar sem að þeir fara frá Kanada fær Thomas Partey að fara inn í Bandaríkin Albert, þú kannski aðeins kynntir þetta hvað með þinn mann? Já, ég leiði svona yfir þessu hann fari að fara hann kemur inn í Bandaríkin? Nei, ég hef ekki hugmynd um það og mér gæti ekki verið meira sama já, það var nú andlit Arsenal á árabil og síndi klókið enn á aftur margir sem setur stórt spurningmarki við það að endur sem mikið við hann en hann var svolítið búinn hvað voru fleiri talking points sem ég glemdi Reece James spilaði allan leikinn það komur óvart bara hann er greinilega bara einhvern veginn að keyra hann í gangi eða eitthvað hann þekkir hann náttúrulega mjög vel hann er ekki oft 90 myndum Reece James svo kemur frétt á morgun að hann er off 1-2 leiki það er samt svo þægilegt að þeir eru svo margar þjóð þetta er svo, nú fá liðir svo mikla kvíld bara hans vika milli leikja svo er ég með eitt í viðbútt hérna fyrir ykkur áður kveðjum Grænhöfðæjar brutu einu sinni af sér það er galið dæmi á móti í Spáni það er galið dæmi það hlýtur að vera með það brutu einu sinni af sér ég held þetta þú veist eina leiðin til að eiga við Spáni að vera alltaf að brjóta það er unbelievable þetta er lýsandi fyrir spilamennsku spænska liðsins þetta var hálf flatt og lélett það
En vonandi að Spánverjar nái vopnum sínum, ég óska öllum góðrar skemmtunar yfir HM í dag. Dóttarfútból verður aftur á morgun. Verið sæl.